Við erum með hérna Lárus Jónsson, þjálfara meistaraflokks karla í körfubolta. Lalli, hálfum mánuði síðan að liðið lyfti deildarmeistaratitlinum eða bikarnum. Timburmennirnir runnir á okkur? Já, við erum búin að bara njóta þess bara að vera frí núna og fylgjast með körfubolta bæði í úrslitakeppninni, fyrstu deildinni og úrvalsdeildinni. Já, leggjum lengra. Hvernig líst þér á þessa úrslitakeppni og þessari 4 liðum sem eru núna að berjast það fylgja okkur upp? Bara það kom mér óvart að Fjölnir skyldi vinna Vestra 3-0. Ég einhvern veginn bjóst alveg við að Vestur myndi vinna það einvígi. En mér fannst þeir ekki spila aðeins frá sig með að spila 2 leiki á 2 dögum við Hött í lokin á deildinni og fyrir vikið þá meiddist Bósja og hann var ekkert heill þegar hann kom inn í þetta einvígi, er svo í banni í heimaleiknum hjá þeim og þannig að þá mistur svona móðinn. Það einhvern veginn kemur ekkert óvart að Höttur sé yfir á móti Hamri. Höttur náttúrulega bara rosalega vel svona mannalið og kannski hefur verið að spila bara undir getu í sumum leikjum í vetur. Þannig að það kemur samt ekkert óvart og það færi í 5 leiki. Hver er líklegasti til að fylgja okkur? Höttur og Fjölnir? Höttur eða Fjölnir eða Hamar? Ef þetta er peninga þá myndi ég segja Höttur. Hvernig, nú úrslitakeppnin komin á fullt í úrvalsdeildinni, á hvern myndirðu setja hana sama pening þar? Já, ég meina, það er pláss fyrir 1 flugfélag á Íslandi og KR verður alltaf Íslandsmeistari. Nákvæmlega. En snúum okkur að okkur sjálfum. Vetur hlýtur að hafa verið bara vonað framar, Lalli. Okkur var spáð reyndar inn í úrslitakeppnina en við vinnum deildina og gera bara býsna vel. Já, okkur var spáð 3. sæti og ég myndi segja að það hefði ekki bara verið svona raunhæf spá. Auðvitað ætluðum við okkur að vinna deildina og við vorum alveg með mannskap til að vinna hana. Ég held að við höfum alveg verið með svona örugglega svona besta byrjunarliði í deildinni, svona lengst af. Eins og ég sagði áðan, þá er Höttur rosalega vel mannalið og svo held ég að við bara náðum bara svona góðri stemningu, sérstaklega svona til að byrja með og vorum heppnir með bæði Larry og Damir, þeir svona féllu vel inn í hópinn og voru góðu liðsmenn og það svona fleytti okkur áfram á meðan svona, og við svona vorum ekki svona tilbúnir bara með öll okkar vopn bara í byrjun tímabils, meðan aðrir voru ekki svona svolítið leitandi og Höttur lendir náttúrulega því að þurfa að skipta út hjá sér leikmönnum bara út af vesinni á Litháunum hjá þeim og Spán verið meiddist hjá þeim. Þannig að við náðum að halda okkur bara, við vorum bara svona stöðugir. Þannig að ég held að það hefur svolítið verið lykillinn að okkar svona velgengni. Svo við erum með nokkra góða svona reynslu boltaðliðinu sem að hafa reynst gríðarlega vel fyrir þess alla ungu strákana sem við höfum verið að gefa séns. Já, má alveg segja að þetta hafi verið svona góð blanda og ég held að Bjarni, hann svona var svolítið svona límið í liðinu í vetur og svona það var eitthvað svona sem ég bara vissi. Ég svona þekki hann bara frá því Hveragerði og bara veit hann er góður liðsmaður og hann er bara svona rosalega góður fyrir klubbinn og svo er hann líka bara ágætur í körfubolta. Og svo náttúrulega voru svona þessir eldri strákar eins og Pálmi og Yngvi, þeir voru náttúrulega svona leiðtogar í liðinu og svo var svona Kristján Pétur, hann var svona svolítið kryddið okkar. Hann svona kom, bæði þá hann bara svona, hann heldur þessu svona á léttunótunum og svo líka bara kemur hann inn og hann svona réði úrslitum alveg í kannski 2-3 leikjum hjá okkur. Svona, auðvitað náttúrulega ræður liðið alltaf úrslitum, en hann svona setti svona virkilega sitt mark á leikinn. Kristján Pétur náttúrulega sýndi það og sannaði allana fyrir, hef ég haft eftir bílstjóra sem fór með ykkur í leiki, að hann líka heldur óralum í bílferðunum sem voru æði margar í vetur, hann heldur þar upp í stuð og stemmingu. Já, það verður seint sagt að Kristján Pétur sé leiðilegur maður. Segðu mér, Lalli, er eitthvað sem kom þér sérstaklega óvart í vetur í deildinni og kringu körfubolta? Svona eiginlega ekki.
ég er náttúrulega búinn að vera að þjálfa, var búinn að þjálfa Breiðablik 2 ár áður en ég kom hingað, þannig að ég þekkti deildina mjög vel. Ég þekkti Larry mjög vel, þannig að hann kom mér ekkert óvart. Og svo fór ég til Zagreb og sá Felix spila, þannig að þú veist, það var ekkert endilega svona, liðið kom mér ekkert endilega óvart. Ég þekkti svona nokkurn veginn til allra strákana, bæði ungu strákana í liðinu og þessa eldri, þannig að það var ekkert eitthvað svona sérstaklega sem kom mér óvart til deildinni hjá. En segðu mér, Lárus, hvaða þýðingu hefur þetta fyrir bara allt yngri flokka starfið í Þór að við skulum vera konum með lið í efstu deild? Þetta hlýtur að vera mikil sprauta niður á við. Já, þetta svona svolítið sem maður bara finnur einhvern veginn svona í kringum liðið núna og þú veist, við erum að þjálfa, ég og Hlynur drengjaflokki líka og þú veist, þar þú veist, núna á æfingum svona bílinu 16 til 18 strákar sem bara rosalega gott og svo maður að heyra bara að yngri flokkarnir svona almennt sé að standa sig bara mjög vel og þú veist, Jón Ingi náttúrulega búinn að gera gott mót með yngri flokkastarfið og maður svona finnur einhvern veginn svona, það er svona ákveðin svona meðbyr og ég held bara það er góð meðbyrð og svo erum við bara með góðan grunn. Þú veist, þetta er náttúrulega svona bara grunnur sem að, þú veist, náttúrulega sérstaklega Gústi á bara mestan heiður að. Og mér finnst svona að vera að mynda svona ákveðin tenging við þennan sterka 2001 árgang, að það er að koma núna fleiri og fleiri árgangar niður á við sem eiga eftir að hjálpa okkur við að framleiða stundir. Þannig að það má segja að þetta sé svona eins og snjóbolti sem byrjar að rúlla, þetta hliður utan á sig. Þetta gerir það og það er það sem er í gangi núna hjá okkur er að þeir sem vilja bæta sig alvöru körfubolta, þeir hafa möguleika á 3 morgunæfingum og svo höfum við verið með 2 tækniæfingar í viku líka. Þannig að ungir og efnilegir körfuboltamenn, þeir geta æft 5 klukkustundir aukalega á viku, bara það sem bara æfa þenni íþrótt. Og ég held að það sé svolítið einstakt. Það var allavega ekki í gangi í Breiðablik og ekki í Hveragerði. Þannig að það eru öll tækifæri fyrir hendi, fyrir þá sem vilja vera betri í körfubolta. Og svo bara, maður finnur það, síðasta sumar þá var ég með sumarskólan hérna, það var mjög vel sóttur. Og svo núna í sumar þá ætlum við að vera með körfuboltabúðir í júlí. Það er alveg nýtt. Og já, maður finnur að það er bara svona heilmikill meðbyr og sem bara gaman að. Þú nefndir Jón Inga Baldursson áðan. Jón Ingi er náttúrulega yfir þjálfari í yngri flokka. Er þetta þá ekki bara eitthvað sem að vantar meira hjá félögum og kannski skila sér hjá okkur núna að sé markvisst verið að stýra þar starfinu í yngri flokkunum og hann hefur verið duglegur að fá krakka til að koma á leiki og leiðina og taka þátt í leikjunum hérna hjá meistaraflokkum. Það hlýtur að hjálpa allt til. Já, það er bara gríðarlega mikilvægt að halda þessari tengingu milli yngri flokka og meistaraflokks og það er líka, þetta er líka bara góð punktur að að það þarf að vera bara ákveðin yfir þjálfari fyrir yngri flokka og þegar þú ert með einhvern ákveðin mann í þessu starfi þá verður þetta allt miklu faglegra og svo gerast nýjir hlutir eins og körfuboltabúðirnar og svo eins og þú segir, svo hliðar þetta svona utan á sig að hann er að koma með aðra svona sniðar hugmyndir eins og vera með körfuboltaæfingar í frístund og þetta gerist ekki nema þú sért með margar hendur, það er ekki hægt að vera með bara einhvern þjálfara sem er svo líka yfir þjálfari yngri flokka heldur verður að vera með bara ákveðin mann í starfi. Þannig að hann sé svona kannski líka ekki bara yfir þjálfari, þetta er svona hálfgerður markaðsstjóri. Já, hann er það og svo er þetta bara líka hann býr til bara ákveðin tengingu á milli meistaraflokks og krakkana sem ég tel þessi rosalega mikilvægt og það tókst bara held ég svolítið vel í vetur
bæði með því að sko Larry hann var með tækniæfingarnar, þannig að hann svona kynnast krökkunum mjög mikið og svo vorum við líka að kíkja svona aðeins á æfingarnar og hjálpa til með æfingarnar í frístund og svona og svo hafa bara líka meistaraflokksstrákarnir verið rosalega duglegir bara, þú veist, alltaf eru beðnir þá mæta þeir og eru að dæma og eru svona sýnilegir og svoleiðis. Já, og ég tel bara, þú veist, þessi tenging er bara nauðsynleg ef við ætlar að búa til góðan klúbb og svona fjölskyldustemningu. Þannig að það er ekki bara ímyndun, þetta er á hægri svona upplýði okkur, þó hún hafi verið byrjað fyrir nokkrum árum, það er stígandi í þessu. Já, ég myndi segja sko, þetta náttúrulega byrjar bara kannski þegar Gústi byrjar að þjálfa 2001 árganginn, ég veit nú ekki hvernig það hefur verið, það er örugglega fyrir 10 ára síðan eða eitthvað. Og síðan er bara, þú veist, og það er bara grunnur sem búið að leggja og svo er svona bætast aðeins ofan á þetta og það er bara með þetta er svo allt annað að dropinn hann hólar steinin, þannig að þú veist, árangurinn verður ekki til á einni nóttu. Talandi Gústa, auðvitað búin að þessi maður er bara eins og eina bolla sér, hann er ekki hægt. Þetta er maður sem glímir mikil veikindi og er gríðarlega duglegur að koma og heimsækja okkur hérna á leiki og fylgjast með og þetta er aðdáunarvert. Já, þetta er bara ótrúlegt. Ég myndi reyna að segja hann er svona típa sem myndi segja það er allt hægt. Það er bara, það lýsir honum bara vel. Þetta fær okkur hérna sem erum að kvarta yfir svona flensu og venjulegu kvefi hætti að væla þegar maður horfir upp á baráttuna hans. Já, ég held að hann sé bara, þú veist, þetta er eitthvað sem maður kannski bara finnur, þú veist, núna erum við búin að fá að taka við, þú veist, prinsonum hans í 2001 árgangnum og þetta er svona, og þú finnur alveg hvað er búið að ala þá vel upp. Það er aldrei neitt vesen ef að þarf að bara, þú veist, gera hvað sem er. Það þarf að hlaupa í að tæma gáma, það er að fara að telja í bónus eða þá þarf bara, þú veist, að hjálpa til úr klúbbinn. Það er alltaf bara sagt já og það er ekkert mál. Þeir eru bara vel upp aldir. Og maður sér það líka náttúrulega eins og þegar maður fer að leiða hugan á öllum bílferðunum í vetur sem voru ófáar og ófái kílómetrarnir. Tók að grótt saman í kringu 9.000 kílómetrar eknir í vetur og þetta eru strákar sem ekkert á ælífri. Þeir bara að láta sig hafa þetta steinþegjandi og hljóðlaust. Já, þetta eru nokkru hringir í kringum landið. En já, þeir sko, þú finnur náttúrulega munn, núna er ég náttúrulega komið að sunnan, þannig að það tekur maður smá tíma að venjast þessum ferðalögum, en ég tók samt strax eftir því að sko, þessum strákum finnst þetta bara ekkert mál. Þetta er bara sjálfsagður hlutur frá þeim að skreppa til Reykjavíkur og spila körfuboltaleik og jafnvel bruna strax tilbaka eða skreppa til Reykjavíkur, spila við Hamar á föstudegi, spila svo leik í drengjaflokki á laugardegi og sunnudegi. Það er bara ekkert mál og samt eru þeir í krefjandi námi. Ef að skuttlast austur á Hornafjörðu og keyra strandirnar og vera lagður á staður Hamri klukkan 11:30 á föstudegi og koma heim klukkan 7 á laugardagsmorgni, það er ekkert væl. Nei, fyrir þeim er þetta bara lífið. Lalli, þú ert náttúrulega fann að leiða hugan eitthvað að næsta tímabili? Já, sjálfsögðu. Við erum bara, núna er þetta svona þessi tími sem að fer í að hringja leikmenn og reyna að lokka á norður og svona bara spái, hvernig þurfum við að setja saman lið þannig að við getum unnið lið eins og KR Stjörnuna. Og þeir sem ekki eru aldrei upp í allar þessa bílferði, við getum sagt að þetta er rosalega gaman. Við höfum Kristján Pétur. Já, við höfum Kristján Pétur, já. Hún var ekki að segja það á þann að við getum við fáum eina breiðþóttu frá Vá til að flytja okkur í leiki næsta vetur. En þannig að það er hugmyndavinnan er hafin að næsta tímabili. Já, við erum svona byrjaðir að aðeins að leggja línurnar og bara skoða og ég sé enga ástæðu fyrir því að við þurfum að vera með einhverju mínúmáttukennd. Ég held að við hefum bara stefna hátt og markmið hlýtur bara að vera það að reyna núna, eru konur upp í úrvalsdeild, þá hlýtur bara markmið að vera búið til besta lið landsins. Og þú sér fyrir þér að við höldum hryggjasúlni í liðinu, þar að segja kjarnanu sem búin að vera í síðustu 2-3 ár og sér fyrir þér að við höldum þessu? Já, ég sé það. Bjarni fer undir suður, en svo bara sé ég fyrir mér að við höldum þessar hryggjasúlu sem er svona 2001 árgangurinn og það var einhver 2002 komin inn líka og svo bara reiknaði með Pálma og Kristjáni Pétri og
svo náttúrulega þurfum við bara að bæta verið lið og það er svona hugmyndir hvort við höldum Larry og Damir, það er náttúrulega kannski, það er ekki bara við sem ráðum því. En svo þurfum við að bæta við, ég myndi segja, 3 sterkum leikmönnum viðbót. En við ætlum að mæta næsta tímabil með kassan uppi. Já, við ætlum að gera það og ég held bara að við höfum bara miklu möguleika á því. Þetta er öðruvísi heldur en þegar við fórum niður deild, þá voru kannski bara litlir möguleikar á að bæta lið. En núna getum við bætt við lið og ég held að við þurfum bara, við meðum alveg búast við því að þurfa, til að geta keppt við bestu liðin, að mæta með 4 erlenda leikmenn. Það fer náttúrulega eftir hvort við náum lokka ykkur góða Íslendinga, en við þurfum ekki að skammast okkur fyrir það. Ég sér að Stjarnan núna að berjast að vera Íslandsmeistarar og þeir eru með 4 erlenda leikmenn og samt með besta yngri flokka starf landsins. Þannig að ég held að það sem við höfum hérna er að við getum kannski boðið leikmennum upp á að koma og það kostar okkur ekki 300.000 að leigja íbúð handa þeim á mánuði. Og það er náttúrulega þannig að, já, ég heyri það að þið eru konir alveg á fullt. Við höfum Hamar og við höfum Lundgar og það er ýmislegt sem að býður manna hérna. Og bærin býður upp á allt sem hugurinn girnist. Já, Akureyri hefur upp á allt að bjóða. Og bara fyrir menn sem eru tilbúinir í ævintýri og einhverjum sem vilja kannski koma í háskólanám og svo held ég bara, að Þór Körfubolti, það eru bara ótrúlega miklu möguleikar, við þurfum bara að bretta upp ermar. Ég var að sjá það bara núna að fótboltinn var með 9 milljónir hagnað, þannig að það er bara, skora bara stjórnin að tala við á hvernig þið fóru að því og bara safna auka 10 milljón. Við þurfum að geta að finna upp hjólu, við bara tölum við þá sem kunna formúla og hjálpa til og vinna saman. Já, ég held bara margar hendur vilja vinna létt verk og ég bara skora á Þórsara og bara Akureyringar sem vilja hafa gott körfuboltalið, bara að leggja okkur lið. Og strákarnir þeir leggja sína hendur inn á vellinum og vinna þar oft á tíðum erfið verk og sem að skemmtir okkur upp í stúku. Já, þetta er náttúrulega bara svona kaups. Þeir náttúrulega eru tilbúin að leggja á sig eins og þú sagðir, hún keyra 9.000 kilometra í vetur og svo náttúrulega skiptir gríðarlega miklu máli fyrir þá. Þetta er náttúrulega ungir efnilegir strákar, þannig að við erum ekki að fara að vinna úrvalsdeildina bara með 2001 strákum. Það væri, meira svo Skúli Móasen myndi ekki voga sér að segja það. Þannig að ég held að, en þeir geta nýtt þetta sumar, þetta hlýtur að því lík innspýting fyrir þá, að mæta bara í besta formi lífsins þegar undirbúningstímabil hefst í ágúst. Því að Dóminósdeildin eins og hún er í dag, þetta er hrikalega spennandi deild að spila í. Þessi fáa deildir bara sem er með svona góða umfjöllun og bara skemmtilega, bara góð deild. Og svo náttúrulega strákarnir undirbúa sig allt sumar til að koma býsna sprengjur og góði til leiks í haust. En það var kannski líka bara áskorun fyrir áhorfendur og stuðningsmenn að við erum að fara í bjóðarstild, horfið á úrslitakeppnina og gýrið ykkur upp, æfið ykkur, komið gríðarlega spenntir til leiks í haust. Já, ég veit bara að það er mikið áhorf á körfubolta núna og þeir sem eru að fylgjast með úrvalsdeildinni og úrslitakeppninni núna og sjá þessi tróðfullu hús og stemninguna, það getur rétt ímyndað ykkur ef við verum með lið sem nær árangurinn næsta vetur, hvað það verður gaman. Það er markmið okkar, eða ekki? Já, sjálfsögðu. Við náttúrulega stefnum hátt og ætlum ekki að vera með neina minnumáttakend. Þetta er góð lokk, gangi ykkur vel. Takk hérlega, sömuleiðis.